Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og með þennan þáttum sjávarútvegsspjall og við svo kallaðir hetjur hafsins og hermenn þjóðarinnar teljum að við getum rætt og alla þætti í sjávarútvegi í tíma og ótíma og höfum auðvitað skoðanir á því öllu en í dag breytum við til og höfum konur í aðalhlutverki. Það eru 2 sjómannskonur mættar hérna til mín og það eru Kristín Arnberg Þórðardóttir úr Grindavík og Gerður María Gunnarsdóttir úr Hafnarfirði. Velkomnar stelpur. Takk. Takk. Og ég kannski bara byrja á að spyrja hvað eru þið búin að vera lengi sjómannskonur? Byrjað þú, Kristín? Ég búin að vera rúm 50 ár. Rúm 50 ár? Já. Og alltaf gift saman mann? Alltaf gift saman mann. Já, ég ekkert okkur sem að breyta þínu. Nei. En María, gerðu María? Svona 40-50 ár. Já. Og líka alltaf með sama mannin. Já. En svo ég snúi hvers slags sjómönsku stunduðu menninir ykkar ef þú byrjar, Kristín? Það var náttúrulega öll flóran. Já. Það var náttúrulega netaveiðar. Það voru síldveiðar og rækju og bara... Var ekki humar líka? Jú, kom svona í smá tíma en yfirleitt var þetta þessar... Já. Og náttúrulega þessar löngu fjárverur. Já, og þá sérstaklega þegar hann var á veiðarækju og síld. Já, 2-3 mánaða úthöld. Já. Þannig að það hefur verið í ýmsu að snúast hjá þér. Já. Maður var bæði bíll og bílstjóri. Já. Þannig að það kom náttúrulega í okkar hlut sjómannskvenna að sjá allt. Já. Uppeldi og... Barnauppeldi. Já. Tónstundagaman hjá krökkunum. Já. Og síðan skóla og jafnvel í vinnu. Já. Þannig að það er svona ýmislegt sem að sjómannskonur þurfa að gera. Já. Viltu eitthvað farið út í það nánar svona hvernig þetta gekk fyrir sig vertíð eða venjulegt ár? Þetta náttúrulega byrjaði yfirleitt, vertíð var náttúrulega frá janúar og til 1. janúar. Já, til 15. maí. Já. Og þá var náttúrulega róið stíft. Já. Það var komið heim yfirleitt voru börnin sofnuð og farið út á sjó aftur áður en þau vöknuðu. Þannig að þetta var svona... Þegar þeir komið heim. Já, ég held að þetta hafi verið svona... menn voru svona gestir bara. Já. Og svo náttúrulega farið lengri út yfir síldin. Já, náttúrulega byrjuðu jafnvel ekki á fyrstu árum sjómennsku hjá ykkur, þá ekki helga fyrir nettir 15. apríl. Já. Og þá kom 1 dagur í viku. Þetta, og það var, já, auðvitað, maður var náttúrulega þakkláttur fyrir allt svona. Já. Og svo tók náttúrulega við bara annarkvort rækjuveiði fyrir norðan eða síld fyrir austan. Já, jafnvel rækjuveiði yfir sumatíman og svo síld á haustin. Já. Þetta var svona hefðbundið margar vertíðar hjá ykkur. Já, þetta var í gegnum tíðina, þá var þetta svona. Já. Og hérna... En Gerður? Já, þetta var líka svona hjá mér. Já. En hann var ekki á rækju, en hann var á netum og skuttogurunum. Já, fór á togarna. Já.
og Stuðlafoss. Já, Það var 100 daga þá úti. Fraktskipið. Fraktskipið. Já, svo fór hann á fraktið. Olíuskip Já, og fraktskip, trillur, hann hefur farið í gegnum allan pakkan allan pakkan. og þá hefur náttúrulega þú þurft að hafa veg og vanda af öllu Já, já, rekstri heimilisins já, já, við gerum það. og alveg börnin og Já, já. en þið lentuð í slysi. Já, við lentum í slysi með okkar yngsta strák og þá kom hann aðeins í land. Já, einhver ár. Nokkur ár, meðan við vorum að komast í gegnum það. En hann er til þess að gera ný hættu til sjós. Já, Hann endaði á fraktskipum. já. Já, já. Það var eiginlega skásti kosturinn því þá vissur alltaf hvernig hann var heima. Já, það var svona rútína Það var rútína. á þessu. Já. En hérna, þú fórst í einhverjar siglingar með honum. Já, já, ég fór bæði með skutúrunum og fraktskipunum. Já, já. Og þá siglt á hvað, Þýskaland eða Já, England þá, eða- já, Þýskaland, England og Danmörk. Já, já. Einhverjar skemmtilegar sögur af þeim ferðalögum. Já, já, það var mjög skemmtilegar. Einu sinni vorum við í Slipp í Hamborg, Já, þá var ég með barnabarni með mér. Mjög skemmtilegt. þannig að það hefur verið bara sigling verið breytt í skemmtiferð. Já, já, það var það. Já, já, Mér þótt það mjög gaman. einmitt. En þegar að konur sem að eru allt og lítið fjallað sjómannskonur og þeirra strít og bardaga bara við í daglegu lífi þegar það höfðu ekkert bakland, mennirnir út á sjó og bestalagi höfðu jafnvel samband einu sinni í viku eða eitthvað svoleiðis. Þá áður en að gemsa símar komu eða farsímar komu og þurftu að ná sambandi við í gegnum stóru talstöðina þar sem allir landið og miðin gátu fylgst með og hlusta á hvað fólk var að tala um. Já, já, það var svoleiðis. Þetta var þannig. En þetta eru sem betur fer aðeins betri tímar í dag. Þetta er allt annað. Þetta er orðið þægilegra. Já, já, En það má náttúrulega segja að við erum í einhverju framþróun frá því að Þuríður formaður á Stokkseyri var á árabát, já, já, en samt eru við með bara fullt af fólki lifandi í dag sem tók þátt í, ég segi ekki á árabát, en svona litlum bátum og við allavega hennar aðstæður og þrif og annað voru nú ekki alltaf glæsileg. Eitt vaskur í skipi, já, já, litlu trépungónum. Þannig að það var, þetta hefur lagast, en segið mér ykkar sögu af þessu lífi sem þið bjuggu við að halda utan þetta allt og gera þetta allt og heyra svo kannski kallinum einu sinni í viku eða eitthvað svoleiðis. Mér datt nú í huga og varst að tala um þetta með þarna með árabátana og þetta Já, að ég náttúrulega með sjómannsblóð í æðum held ég því að afi minn sem sagt var sjómaður í Bolungarvík og drukknaði. já, já, Pabbi minn var sjómaður og hann reri frá Hrauni í Grindavík já, já. og hérna Frá Hrauni þá áttu við austan við núverandi höfn í Grindavík. já og hérna bræður mínir 4 Já, voru og eru sjómenn. já, já, Maður minn náttúrulega sjómaður, sonur minn er sjómaður og uppáhalds tengdasonur minn er sjómaður.
Þannig að þetta er eiginlega, Uppáhalds tengdarsonurinn. Já. Áttu marga. nei. Nei, en þetta þarna, þannig að í gegnum tíðina þá náttúrulega veit maður svolítið. Já, Hvernig þetta var, Þú fylgist með og hefur náttúrulega tekið þátt í þróuninni á þessum hlutum. já, Já, einhvern leiti. bara frá því að þú varst bara lítið barn. Já, þetta náttúrulega var oft Já. erfitt. Já. En funduð oft fyrir hræðslu mennin ykkar þegar þeir voru út á sjó í vondum veðrum og svoleiðis? Ég fann aldrei fyrir hræðslu þegar maður minn var á sjó, Nei, en hún kom upp í mér þegar sonur minn fór á sjóin. þá, varstu smeyk Já, og svona óttatilfinning einhver. já, það eiginlega, Já, það er ekki óeðlilegt. ég hafði aldrei áhyggjur á manninu mínu. Nei. En maður þekkir þetta sjálfur alin upp af sjómanns konu og það má segja það að það var oft svona ræðsla og svona óöryggi þegar maður lítið tilbaka. Já. Og maður hafi ekki átt að segja á því á þeim árum eða þeim tíma. Nei, af hverju það var. Akkur það var eða hvað var í gangi. Og það var bara, því var bara eitt, þannig að það væri ekki allir eitthvað nervusir út af, það var náttúrulega bara fyrri hluta eða hvað ég var að segja, bara miðja síðustu öld, þá voru sjóslys bara daglegt brauð, 2 og 3 bátar að farast á hverri vertíð. Og þetta tók toll. Já. Ég man í Sandgerði urðu held ég held að það hafi verið 18 börn sem mistu foreldra sína bara í einu sjóslysi 1962 held ég. Eða 1960. Þannig að þetta hafa verið skelfilegi tímar oft. Já. Og sjálfur náttúrulega upplifði maður það að faðir minn fórst í sjóslýsi austan við Vestmannaeyjar. Nei, austan við Grindavík, segi ég. Þannig að þetta er það sem sjómannskonur hafa búið með Já. alla sína ævi. Já. Og þess vegna vil ég heyra ykkar svona sögu af þessu hvernig þetta líf var, svona forvitnast meira svona hvernig þetta lítur út frá ykkar sjónaróli þegar þið eru að upplefa þetta svona. Þú ert náttúrulega búin að gera grein fyrir því, Kristín, að þú har aldrei verið hrædd Ekki manniðin. Nei. en svona smá þegar sonur þinn fór á sjó. En þú, Marja? Nei, ég var aldrei hrættum. Nei, Aldrei. nei. Ég held að maður hafa bara haft svo mikið að gera, maður var að geta Það var ekki hugsa um tími það. til að hugsa um það. Nei, svo bara þekkir fólk þetta misjaflega mikið og Já, sumir eru bara ónæmir fyrir þessu og svo hafa þær trölla trú á sínum mönnum og skipum þeirra. En það náttúrulega hefur breyst með tíð og tíma. Nú eru menn farnir að vera á skipi og það er fristi togararnir, þeir eru þannig að þeir skiptum áhöfn eftir hvern túr. Það er orðið líka á línubátunum stóru og einhverjum tógbátum. Þá gengur svona vaktakerfi sem þeir kalla, þeir skiptast alltaf á mannskapurinn og þetta er auðvitað til bóta og þægilegri vinna staðin fyrir að vera út á sjó
bara eins og var oft 3-4 túra og togara í röð eða meira. En hvað er langt síðan að þinn maður hætti á sjó? Hætti í ágúst. Já, bara núna síðast. Já. Já. Þannig að, en svo held ég líka bara eins og með, sko, þessi skip öll í dag og aðbúnaður og hvernig, sko, þú veist. Það hefur lagast mikið. Já. Og Slysavarnaskóli sjómanna hefur haft gríðarlega áhrif hann til hefur bóta. haft rosalega mikið. En nú til dæmis koma menn ekkert heim með pókana full grútskítuðum. Nú bara geta þeir unnið þetta og gert þetta sjálfur borð. Já, þvottavélar í öllum bátum. Já, ég segi þetta orðið. Það var ekki svoleiðis fyrst þegar ég var í Norðursjónum á síld, að þá hengdu við slorgallan í spotta aftur á bátnum aftur á skipinu á stímum, og svo kom hann allur fullur af salti og þurfti að sitja hann í bleiti í 2 daga á eftir. Já, þetta en það var reynt, það var orðið reynt eftir saltið. En við þurfum ég þarf að fá meira hjá ykkur svona, María, hjá þér. Hvernig var svona venjuleg vika hjá þér? Hún var bara venjuleg, ég var heimavinnandi mest öllu, en svo fór ég að vinna úti. Já. Og þá bara með. Já. Já. Ég var á vertíðum sjálf. Já. Hvar varstu á vertíð? Í Sjólastöðinni og Íshúsi Hafnarfjarðar og... Já. Og þá bara í fiskvinnslu. Já, og loðnu og síld. Og síld og því sem til fjalls. En þið hafið ekki farið til sjós sjálfar? Nei, ekki nema bara skemmtiferð. Já, bara í siglingar og svoleiðis. Já. Bara skemmtiferð. Jú, ég pröfaði að fara, reyndar ekki langt. Bræði minn átti bát. Já. Og við náttúrulega alltum heim í Grundarfirði. Já. Og við fengum, ég og vinkona, endilega við myndum pröfa að fá að fara á sjó. Já. En við báðum ekkert það aftur, sko. Nei. Því það gerði vitlaust veður og Byrgjan kom bara á móti manni, sko. Já. Þegar maður var að reyna að komast heim aftur. Já. En svo hef ég farið náttúrulega með manninu mínum bara í siglingar. Já. Þetta er allt í reynslubankan hjá ykkur eins og annað, en ég er nú að fá ykkur til að ræða þessi mál vegna þess að mér finnst sjómannskonur í gegnum tíðina hafa sitið hjá. Þær hafa ekki fengið þá umfjöllun og þá virðingu sem þeim ber í þjóðfélaginu. Þær eiga miklu starra hlut í rauninni og virðulegri sess skilið heldur en var hafa fengið í gegnum tíðina. Og það er náttúrulega, má segja, ekki bara sjómannskonur heldur sjávarútvegur, og sjómannastéttin hefur fengið allt og litla umfjöllun að vera að starfa við þessa atvinnugrein. Því að þetta er í gegnum tíðina búið að vera stórhættulegt að vera oft til sjós. Og margir hafa bara þakkað sínu sæla fyrir að sleppa bara lifandi frá hlutum sem skeðu til sjós. Og náttúrulega margir orðið örkumla og látist. Og það er kannski minna talað það núna
að því að þeir farast ekki beint, skipin sökkvekki síðustu ár, ekki mörg, en það eru margir sem er að lenda í örkumlun, eru að fótbrotna, handleggsbrotna og detta og verða fyrir alls konar slysum. Það er sáralítið talað það og lítið gert með það. Og sjómannskonur fá allt og litla umfjöllun í samfélaginu og virðingu. Svo ég segi það nú einu sinni enn og aftur. En þið hérna hafið örugglega lent í einhverju skemmtilegu þegar kallarnir hafa verið að koma í land eða eitthvað sem er eftirminnilegt. Það er bara alltaf gaman þegar þeir koma heim. Já, það er nú gott. Fórst þú einhvern tímann í siglingar? Já. Ég sigldi á Þýskaland og England og fór með til Danmerkur, fór í vélaskipti, bátur sem hann var á. Hvaða bátur var það? Kópur. Já. Og við sigldum á honum yfir eða til Þýskalands. Já. Sem var bara meiri háttar gaman. Já. En þetta er náttúrulega... Auðvitað var þetta, þú veist, þessar siglingar, þetta var náttúrulega kapitilu útaf fyrir sig. Að bátarnir voru að sigla og hérna koma heim. Náttúrulega spenningurinn að koma og þá var alltaf komið með eitthvað bæði handa börnum og... Já. Þannig að, já, þetta var bara frábær tími. Já, siglingar þóttu alltaf og á meðan að fólk var ekki að stökkva til Tenerife bara tvisvar á ári eða eitthvað svoleiðis. Fólk var ekki að því þá? Nei, og þegar að fólk var við erum að tala kannski fyrir 30-40 árum síðan, að þá var gaman að fara í siglingar. Það var upplifun. Ég hef nú stundum sagt á sögu af því þegar ég var í Norðursjónu fyrst, að þá var strákur með mér frá Djúpavogi að hann hafði komið til Bremerhaven og hann hafði komið til Hirsals og Skagen og hann hafði komið til Noregs og hann hafði komið hérna til Skotlands eða réttar sagt Orkneyja, en hann hafði aldrei komið til Reykjavíkur. Þegar við vorum að sigla til Reykjavíkur að fara í smá frí, að þá var hann miklu spenntari heldur en fyrir því að fara í hafnir ellendis. En þá var ekki búið að brúa Suðurlandi og það var bara stór ferðalag að fara þá frá Djúpavogi norður og Akureyri og þaðan suður. Og það voru ekkit, menn voru ekkit, eða krakkar, ungir strákar voru ekkit að fara í svoleiðis ferðir, bara svona upp úr þurru. En einhverjir eflaust, og svo siglduður með hérna herðubreiða, skjaldbreiða, hvað þeir hétu sem voru að sigla. En hann hafði aldrei komið sem sagt til Reykjavíkur. Honum fannst það mjög spennandi. En það eru náttúrulega margir hlutir sem að við erum kannski laus við að vera að hugsa í dag og sjómannskonur þar að leiðandi að miða við það sem var fyrir 40-50 árum síðan. Það gefur auga leið. En hver finnst ykkur vera mest í munurinn? Munurinn á? Bara sem var fyrir 40 árum síðan og svo aftur bara í fyrra eða hitt í fyrra. Þegar eitthvað menn hættu. Þetta er breyst náttúrulega gríðarlega. Já. Bara held ég í öllu. Og hérna
Já, ég veit það ekki. Hvað er þetta helst að? Já, það er náttúrulega kannski, má segja, betri frí heldur en voru. Já, já. Við vorum að fara í Norðursjóin í 3-4 mánaða törn og við fengum ekkert frí. Það var ekkert lögbundi frí eitt einasta klukkutíma þó verðum að landa í höfn úti. Það var bara skipstjórinn réði því hvort að menn fengi að skreppa í 10-12 tíma á pöppin eða eitthvað. Það voru ekkert í kjarasöngum eitt sem hét frí eða löndunafrí eða neitt þess áttar. Nei, nei. Við lönduðum sjálfur upp úr bátunum í ellendis nema að var reyndar ekki svoleiðis í Þýskalandi, þar landaði þýsku hafnaverkamennir en á hinum stöðunum eins og í Danmörku að þar var lönduðu áhafnamennir öllum aflanum. Þannig að þetta hefur breyst. En ég vil fá meira upp úr ykkur svona lífið og það sem þið sjáið svona aftur á bak í tíma. Hvernig var eiginlega þið þurftuð að standa ykkur í stikkinu þegar að kallarnir voru út á sjó? Við þurftum náttúrulega að gera allt sem þurft að gera. Já, og þið megið ekki heldur vanmeta það hvað það var mikið. Nei, við sáum náttúrulega barnauppbeldið Já. Og halda því öllu svona. Já, og komið upp vandamál í skólanum eða eitthvað, þá þurftu við sjómannskonurnar að arisera því að redda þeim hlutum. Já. Og svo ef eitthvað annað var og ef krakkar vildu stunda íþróttir eða eitthvað. Já, börnin mín voru í íþróttum en það var ekkit svona verið að skuttla eins og í dag. Þau eru bara að gjöra svo vel að labba. Já, það er kannski bara haft gott að því. Já, en svona allt. Maður var náttúrulega, eins og ég segi, maður var með þetta allt. Heimilið, við þurftum að sjá bókhaldið og reikninga og allt sem við kom heimilinu. Já. Og svo ef það kom upp eitthvað óvænt eða eitthvað, já. Þá var það bara konan sem var að græja það. Já, við erum að... Bíllinn bílaði eða eitthvað. Já, þá var maður bara að gera svolítið að redda því og ég man eftir bíll sem við áttum. Við áttum nú ekki, það var nú engin súper en samt. En hann átti það til að vilja ekki fara í gang. Já. Og ég man eftir ég held að það hafi fyrir utan búðina og ég vissi náttúrulega alveg hvað ég átti að gera. Já. Ég átti að fara fram í húdd og opna og það þurfti ég að gera eitthvað. Já. Og fór svo inn í bíl og bara bíllinn í gang. Þetta fannst þeim sem í kringum mig voru alveg frábært. Já, við erum ekki á staðnum. Já, það þýtti ekkert að vera neitt að Nei. Að hringja í mannin út á sjó til þess að athuga hvað ætti að gera. Nei. Þannig að já, en þetta, eins og ég segi, þetta börnin kom í heiminn og maðurinn var ekki á svæðinu, ekki eins og í dag, það bara tíðkast ekki annað en að maðurinn sé viðstaddur. Já. Og svo bara hélt þetta áfram. Já. Þetta er svona sagan í gegnum súrt og sætt. Já, þetta var gegnum súrt og sætt en þetta hafðist. Já. Og Marja, manst þú eftir einhverju svona? Já, ég man eftir einu sinni var ég bara foreldrafund og þá kom hann heim og ég segi, hvað lappar ekki bara með mér? Jú, svo við löpum upp í skóla og kennarinn sagði, er eitthvað að? Nei, sagði ég, nei, okkur er hann? Já.
Þetta er nú mörg ár síðan sko, 40 ár. Já, já. Það þurfti ekki að vera að. Nei, Þetta bara hitti svona á. Já, hann bara hefur ekki sést hann áður og, Nei, aldrei. og þótt eitthvað stórt skrít. Já, þetta var ekki voðalega skrítið. Að kallinn kemi með. Já, mér finnst það bara alveg sjálfsagt. Já. Ef hann er heima. En svona voru viðhorfin til þessara hluta. Já, þau voru svoleiðis. Og það var nú æði oft þannig að þegar að menn voru að koma heim úr löngum törnum, 3-4 mánaða törnum, hvort sem það var úr síld eða rækju eða einhverju, að þá þekktu börnið þau jafnvel ekki. Nei, ég man nefnilega eftir svona tilfelli sem að... Ég man eftir því sjálfur. Hún hefur ekki verið með, ég man ekki hvað 2 ára eða hvað, dóttir mín og hérna morguninn og pappinn og komið heim sem sagt nóttina og svo situr hann hérna á rúminu og klæða sig þegar hún kemur inn, stoppar, horfir á hann, lappar að honum og slær svona til hans, sneri sig við og fram aftur. Já. Þú veist, hann átti ekki að vera þarna. Nei, hann var einhver aðskota Já, hlutur. þetta var eitthvað, hann átti ekki að vera þarna. Já. En Nei, mamma eftir svona að litli krakkar 2, 3 og 4, 5 jafnvel, að þau bara þekkti ekki foreldra sína. Nei, ég man nei. eftir þessi einu tilfelli minni fjölskyldu. Ég var reyndar orðin aðeins eldri. Ég þekkti pappa en systkini mín ekki. Þannig að þetta er, og maður er ofta að hugsa þessar konur sem að stóðu í þessu sko í ára raðir. Það var nú stundum verið á saltfisktogurum sem voru kannski 2,5-3 mánuði bara í einum túr við Grænland eða eitthvað og komu bara þegar voru búin að fylla dallana af saltfisk. Flöttu allt borð og gerðu allt og þetta voru óhemju túrar. Langir túrar. já, Og oft fjölskyldumenn sem að voru á þessu sérstaklega. já. Þannig að þetta hafði sitt að segja að lítil börn þau bara gleymdu Já, pabbanum. hvaða fólk þetta var. Já, Það, hérna, og kannski ekkert skrítið. nei. En þess vegna vil maður taka hatt sinn ofan fyrir sjómannskonum og ég held að fjölmiðlar og fjölmiðlar í landinu að hvaða tægi sem þeir eru eiga að gera þessum konum sérstaklega hátt undir höfði miklu oftar og þéttara heldur en þeir eru að gera og hafa verið að gera. Þetta eru ákveðni máttarstólpar í þjóðfélaginu og það skipstjórnarmenn sem voru út á sjó lengi að þeir voru dálítið öruggari með sig að þeir vissu að það var allt í lagi heima og fjölskyldan gekk vel. Og ég hef nú stundum sagt að þeir hafi fiskað jafnvel betur en aðrir ef þeir voru sáttir og ánægði með sitt bakland og vissu að því í góðu ástandi sem auðvitað var ekkit alltaf. Nei, því miður. En svona var þetta bara. Maðurinn valdi sér þetta starf Já. og kona fylgdi bara með Já. og þannig að þá sjáum við bara það sem okkur sneri. Jú, en þetta þarf náttúrulega að vera samvinna í þessu og allt svoleiðis, en þetta er bara, enn og aftur segi ég það, að þetta hlutverk sjómannskonunnar er allt og lágt metið í okkar samfélagi. Og ég vil gera það og hvet alla fjölmiðla og annað til að fjalla meira sjómannskonurnar
heldur en hefur verið gert. Þær eru allt og mikið hafðar í eiginlega, hvað maður að segja, á bakvið, eins og Guðni Ágústsson sagði, bakvið eldavélina, en það nú vist ekki staður sem passar. En ég held að ég myndi vilja taka hatt minn ofan fyrir sjómannskonunum sem að undan gengu. Þar var virkilega, held ég. þá ertu að tala kynslóðun og undan já. Þá ertu að tala konur sem eru fæddar einhvern tíman jafnvel bara upp úr síðustu aldamótum 1910-20 eitthvað svo leiðis. Þar var náttúrulega mikla fórnir ferðar þá á þeim árum. Það held ég að hafi verið. Og harðneskja mikil. Já. Og bara hvernig hvernig þetta var þá. Hvað konur bara, þetta var ótrúlegt þegar maður les þetta og sér þetta, hvernig þetta var. Ég þykist vita það, Gerður María, að þú hafi breytt út fisk í Hafnarfirði. Já, ég var nú ekki nema 9 eða 10 ára þá, sko. Já. Og þú... Þá var settur upp vimpill. Flagg. Já. Og flaggaða þeirra. Ég þurfti að standa upp á stól til þess að sjá þegar flaggið fór upp. Já. En þetta nú svona eldri tímar. Það það. En þetta var mikil vinna á öllu þessu fólki. Og konurnar í landi að vinna á fullu og kallarnir út á sjó. Já, það það. Og við óbáslega erfiðar aðstæður. Já. Það var engin spurning. Og óöryggi og slysavarnir engar nánast. Það var ekki tilkynningarskylda, það var ekki björgunabátar í bátum til vara og annað í þeim dúr. Það var ekki fyrir þegar fór að líða á öldina. Þannig að öll aðstæða hefur breyst til batnaðar, en auðvitað má gera miklu betur á þessu sviði eins og öðrum sviðum. Og ég kem aftur inn á Slysavörnarskóla sjómanna, hann hefur lagað mikið stöðuna og svo staðsetningabúnaðurinn í skipum. Gæslan getur fylgst með öllum skipum sem eru á Íslandsmiðum. Síðan kemur veðurstofan með miklu nákvæmari og betri veðurupplýsingar sem að auka á öryggi, að menn sé ekki að hætta sér í einhverja vitleysu. Þannig að það er mjög margt sem að er jákvætt í þessu málum. Þetta náttúrulega breytir helling. Og líka náttúrulega allt þetta eins og gagnvart sjómannskonunni. Já. Hvað við getum verið kannski pínu rólegri og... Já, haft það svona rólegra út af þessum hlutum. Þetta hjálpast allt til að laga umhverfið. Já. Og en segir mér eitt, þú vilja endurlifa þetta allt aftur? Sem þið genguð í gegnum. Já, veistu, ég held það. Já. Ég held að þarna... Þetta ekkert slæmt, sko. Nei, þetta eru bara óskup ljúfa minningar, finnst mér. Já. Þó ég hafi aldrei það var ekki ætlun að verða sjómannskona. Nei. Og heldur ekki ætlun að búa í Grindavík. Nei. En ég fór þangað á vertíð. Já. Og hitti manni minn. Og það var ekkert aftur snúið. Já, nú þurftur að snúa aftur. Já, ég það náttúrulega bara... Eða fara í aðra vör. Já, það náttúrulega sáran tárum taki. Já.
En hvað má segja Grindavík núna? Hvað í gangi? Sjáuð eitthvað til Sko, auðvitað vona til lands? og alltaf fólk sem að vill og heldur í það von að fara tilbaka, Já, auðvitað fyrir þeirra hönd, þá vona ég svo sannarlega að það verði einn góða meðudag. Að bæjarfélagið okkar verði, það verður kannski ekki eins, enda Vestmannaeyjar er ekki eins og það 50 ár og það ekki einu sinni komið tilbaka, það sá fjöldi sem fór þaðan. nei. Þannig að hvort að Grindavíkin okkar verður einhvern tíman, auðvitað vona maður það, þeirra vegna sem að ég er ekki að fara heim, Nei, en það eru svo óbáslega margir með þessa von í brjósti og en maður finnst bara þegar maður hittir Grindvíkinga og ég að tala við Grindvíkinga þá finnst manni maður þurfa að heyra söguna hjá þeim og hvernig staðan hjá þeim en Grindvíkingar eru bara ekki að sætta sig við það hvernig hefur verið komið fram við Grindvíkinga eftir þessar ófarir. nei, og það er að eiga stjórnvöld stærstan þátt. Auðvitað það þeirra og ég hef nú stundu sagt að þeir hefðu átt að taka og byggja 500 einingarhús í Hvelli. Það sjálfsög. Þau ætti að meiri sé að vera flutt inn í eitthvað af þeim, jafnvel núna. Nema, þeir hafa bara verið að bíða eftir eins og var eftir Eyjagosið, að við fengjum þetta bara gefis utanfrá. Já, það bara óskikja. Já, já. En Það ekkert og þeir hefðu átt að ríða á vaði með þetta sjálfir auðvitað, stjórnvöld og kaupa þessi hús og sjá svo bara hvernig fólk var að kaupa þessi hús. fólk keypti Eyjahúsin Já, eftir að já. Vestmannaeyingar heim í Grindavík, stendur þessi byggð ennþá. En maður hefur stundum haldið að þetta sé þess eðlis að það sé verið að verja hagsmuni byggingafyrirtækja Og fasteigna og markaðurinn. fasteigna braskara í Já. þjóðfélaginu. En auðvitað eins og ég segi, ég vona svo sannarlega þó svo ég hafi aldrei ætlað að búa í Grindavík, þá hefði ég hvergi annar staðar vilja ala börnin mínu upp og sjá Nei. barnabörnin mín vaksa úr grasi og dafna. Já, já, Því þetta var yndislegt samfélag já, já. og vonandi bara verður það einhver tíman raunin, að það Einmitt. verði svo. Við skulum nú vona það líka. En það töluvert frá því að Þuríður formaður var á sjó og Stokkseyri og réri á árabát Já, já. og svo komu náttúrulega ekki margar konur sem sjómenn en þó voru þar nokkrar og hafa verið. Ég var til dæmis með 2 stelpur í 4 ár á sjó með mér og margar hafa verið bæði á frystiskipum og öðru og staðið sér bara með príði en ég að eyða þessum þætti í það að tala konurnar sem ég finnst vera afskektar í umræðunni. Það konur sem voru konurnar sem ráku sjómannaheimilin. Það stóri punkturinn í þessum þætti hjá okkur hérna í kvöld og þess vegna legg ég til að fleiri fjölmiðlar leggi rækt við að lyfta þeim hærra upp og virða þær fyrir þau afrek sem þær gerðu í gegnum tíðina og að gera því það eru ennþá ungar konur að giftast strákun sem eru á sjó og eiga kannski eftir að vera giftar þeim í 50-60 ár eins og reyndin með ykkur
Þannig að já. þetta verður við bara að vona að fjölmiðlar virði þetta betur heldur þeir hafi gert og þeim verði gert hærra undir höfði heldur verið hefur. En stelpur, hvað viljið þið segja svona, við erum nú ekki alveg búin en aðeins, hvað viljið þið segja svona í lokin? Ég myndi vilja segja hvað þetta hefur batnað mikið til dæmis eins og til dæmis á millilandaskipunum þá hafa allir sér sturtu og sér klósett og sér klefa. Já, Þetta allt annað líf. þetta var náttúrulega ekki svona. Nei. Það kom aldrei heim með óhrina þvott eða neitt svoleiðis, ekki eins og það var. Nei. Þetta auðvitað til bóta. Það allt í bóta. Og fríin sem þeir fá núna, Þau eru betri, mikið betri. lengri, Já, en svo náttúrulega eins og á þessu eins og öllu, auðvitað er þetta misjafnt eftir skipum, þú eru ekki öll jafn góð eða jafn flott. nei. En Kristín, hvað segir þú að lokum? Bara. Þetta Já. er bara búið að vera svo ágætt. Öll þessi ár. Já, sátt bara við þetta. Já. Ég finnst við bara, konur hafa afrekað alveg heilmiklu. Já, en ertu ekkert spæld yfir því að hafa ekki fengið jákvæðari umfjöllun í gegnum tíðina? Veistu að ég held að maður hafi bara ekkert verið með það eitthvað starf bak við eirað. Nei, þeim finnst bara þetta sjálfsagt. En sérlega náttúrulega bara eins og til með sjómenn. Þeir eru alveg hetjur hafsins einu svona ára, einn dag. Einn dag. Þú veist, þannig að, Já. nei, já, mér finnst konur bara hafa yfir höfuð staðið sér bara gríðarlega vel. Já, þær hafa gert það og Ég meina sjómannskonur. Sjómannskonur hafa gert það í gegnum tíðina og eiga mikið lof skilið, en það sem að ég hef verið að reyna að koma inn á er það að þeim hefur ekki verið sýnt svo virðing sem þeim ætti að verða sýnt, og bæði umfjöllun þær og hvað þær er að afreka og hvað þær þurfa að gera umfram aðrar konur á meðan að þær eru að reka heimili og fjölskyldu og sjá alla hluti. Þær eru gjaldkerar og þær eru fjármálastjórar og þær reka þetta allt. Já. Og kannski með vinnu. Já. Íðurlega var maður náttúrulega útivinnandi líka. Já. Þannig að Margar voru í því hlutskipti að þurfa að vinna með. Já, maður fór inn í salthús og maður var í síldinni og maður fór í sláturhúsi. Þú veist, það var bara það sem að... Fjall til. Já. Já. Og gekk alveg ágætlega. Eitthvað til viðbótar, stelpur, sem þið viljið koma inn á, eitthvað sem að þið geti hvatt yngri konur? Ég hugsa aldrei það að vera neitt meira hjá mér en öðrum. Nei. Ég fannst þetta bara sjálfsagt. Já, en þú varst kannski með helmingi meira á þínum herðum heldur en konan sem bjó við hliðin á þér var með mannin sinn heima klukkan 5 á daginn eða 6 eða eitthvað svoleiðis. Ég hugsa aldrei út í það. Nei, það eru svona konur sem eru vinnuþjarkar og kalli ekki allt ömmu sína. Það er nú bara það ánægilega við það að flestar sjómannskonur eru þannig. Já. En stundum finnst mér að það mættu vera aðeins brattari með kassan úti og láta til sín taka og láta til sín finna og hafa skoðunar á hlutunum. Já, maður getur alveg haft skoðun á hlutunum þó maður sé ekki alltaf að flagga því. Já, maður hefur skoðanir á öllum hlutum. Já. En ég held að við segjum þetta bara gott í kvöld og ég þakka ykkur fyrir.
Gerður María og Kristín Harberg og segi bara góða kvöldið. Takk fyrir.